Rúnar, sterkur útisigur gegn þínum gömlu félögum í KR. Þú ert núna með sigur í síðustu 3 af 4 viðureignum gegn KR-ingum. Elskar að mæta KR? Nei, ég elskar ekkert að spila við KR, sko, ekkert frekar en annað, en þetta er það sérstakt fyrir mig og það er saga hann einhvers staðar á bakvið, en í dag er ég náttúrulega bara þjálfari Fram og ég er að reyna að gera þetta besta til að vinna fótboltaleiki og í mínum huga þá snýst þetta að vinna fótboltaleikina. Stundum geta þær verið fallegir, stundum geta þær verið ljótir en á endanum þá fara allir Framarar glaðir heim í dag og því við fengum 3 stig og skoruðum 3 mörk. Hefðum hæglega getað skorað sennilega 6, 7, 8 ef við höfum nýtt skyndisóknir okkur betur bæði fyrir okkur seinna leik. En auðvitað hefði KR líka að skora nokkuð mörk. Stanginna Berg okkur 2 ára, Viktor er frábær í markinu og Björgum á línu en þú veist, heilt yfir var það bara þetta sem skiptir máli, 3 stig fyrir okkur, sigur og við höldum áfram. Varstu ósátt við færanýtinguna? Ég meina, Krissi Konn fær hérna dauðafæri undir lokin, fullt af færum. Varstu eitthvað sérstaklega ósátt við það? Ég var svona kannski í fyrstu 10-15, eða kannski 15-20 mínútur í síðara hálfleik, þá var ég ósáttur við hvernig við kláruðum skyndisóknir. Því við komumst trekk í trekk og áhlaup 4-3, 3-2 og gerðum bara ekki nægilega vel í að koma mönnum í betri tækifæri. Þú veist, við fáum ekkert XG fyrir það, skilurðu, sem að mér er svo sem alveg saman því ég veit að ef að eina sendingin hittir á rétta mannin og rétt tímasetning hlaupi og sendingu þá erum við bara 1 á móti markmann og jafnvel 2 á móti 1 markmanni, skilurðu, sem ætti að vera auðvelt mark. Þannig að við þurfum að bæta okkur þarna því að þú veist, við komumst í þessa sénsa í dag og nýtum ekki nægilega vel, en við gerðum það reyndar í fyrsta markinu í dag og þá eigum við frábæra skyndisókn og gerum vel. Já, en síungi Jakob Byström spila sinn fyrsta deildarleik í dag, skora 2 mörk, fer út að reyndar á 50.50. Hvað komum við til með að sjá frá honum? Já, vonandi bara eitthvað svona áfram. Ég meina, það er hörð samkeppni stöðu í liðinu. Það eru margir að skora og við þurfum hraða eins og við þessum unga strák sem hefur mikinn hraða og hann hefur, svona eins og maður segir, gott og mikið potential í að verða miklu betur fótboltamaður því að hann kom til okkur í desember og æfði með okkur og var algjörlega frábær að mínu mati og hefur ofboðslega marga góða eiginleika. En hann hefur litla reynslu af meistaraflokksfótbolta og við erum að reyna að gefa honum það tækifæri í dag og ég fannst þetta var rétti leikurinn af því við erum með meiðsli í Fred, Freyr Sigurðssyni, Tryggva, Magnús Ingi Tábrótin. Þannig að við þurfum að nota breiddina í hópnum og nota þessa leikmenn og ég þurfti að lyfta Kenny upp á miðjuna í dag vegna þess að við vorum í smá manneklu þar og fyrir vikið þá var pláss fyrir Jakob og við ákváðum að breyta úr 5-3-2 í 5-4-1 og til að verja KR betur. Nú hefur þetta KR-lið kannski verið mikið í umræðinni og kannski fyrir skemmtanagildi og að gefa mörg færi á sér og svona. Þú svona sem fyrrum þjálfari KR, hvað finnst þér lið þeirra á leikstíl? Mér finnst frábært að horfa á KR og mér finnst frábært hvernig Óskar er búinn að koma sterkur inn og breyta KR-liðinu í þetta skemmtilega fótboltalið sem það er. En á endanum held ég að það snúist hjá KR að vinna titla og vera í toppbaráttu. Ég fekk aldrei önnur skilaboð en það að ég þyrfti að vinna deildina því ég var þarna, þannig að maður hafði engan tíma til að byggja ykkur upp. En Óskar er á frábæri vegferð með þetta lið og þeir spila óbúslega skemmtilega fótbolta og fyrir hlutlausa er geggjað að horfa á þetta og þeir hugsanlega já, eins og í dag og þeir hugsanlega geta náði fleiri stig sama á móti Val og sama á móti Aftureldingu og annað slíkt en þeir eru að þróast að ég held Óskar er að þróa í þessa átt að geta verið lið sem getur bara haldið bolta að pressa hátt og verið meira og minna allan leikinn og skora fullt af mörkum og svo bara þurfa þær að varna leikinn og eða reyna að skora fleiri næsta leikinn. Takk fyrir.